Góðan daginn, Viktor Már Sverrisson heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt. Mitt lokaverkefni var að smíða og teikna úrhleypibúnað í jeppann hjá mér þannig ég geti stjórna loftþrýstingi innan úr bíl, hvort sem það er að hleypa úr eða dæla lofti í dekkin. Markmið mitt með þessu verkefni var að smíða búnað sem er þægilegur og auðveldur til notkunar og hver sem er að keyra bílinn getur notað auðveldlega. Einnig það að læra að gera eitthvað nýtt sjálfur, að vera búinn að gera þetta einu sinni sjálfur, eykur sjálfstraust í að gera þetta aftur, ef maður skyldi nú einhvern tímann skipta um bíl og langaði að setja svipaðan búnað í þann bíl. Í svona verkefni er að mörgu að huga. Þar má nefna snittun, rafmagn, leggja lagnir og margt fleira. Mörg horn að líta í þó ekki sé farið djúpt í hvert atriði. Útbúnaður á felgum. Ég skar á rærnar til að opna þær og snittaði í annan endan á þeim. Með því að gera þetta svona losnaði ég við að sjóða flatjárn eða eitthvað álíka í felguna. Ágætt að vera laus við að sjóða í álið. Einnig það með þessu er minni hætta á því að missa balanseiningu á felgu og dekki. Eins og að sjáum á mynd eru snittheinarnir skrúaðir í rærnar. Ég tjakkaði bílinn aðeins upp og boraði svo í felgunar með loft í dekkjunum. Með því að gera þetta svona er ég laus við að fara svarf inn í dekkið. Næst snittaði ég í felguna og gekk það vel og að laka ekki með neinum á lokunum. Á myndinni má sjá svo kallað sigluferðarhné sem ég keypti á Siglufirði og virkaði það vel. Ég set slönguna bara á þegar ég þarf á því að minnka þrýsting í dekkjunum, til dæmis í snjó. Í snjóakstri skiptir öllu máli að vera með réttan þrýsting í dekkjunum upp á grip að gera, en einnig á lélugum malarvegum getur munað miklu að hleypa úr. Það mýkir bílinn mikið. Frá felgu og í loftkerfið. Að framan fór ég beint frá hné í felgu upp í brettakant. Ég gerði það til þess að vera áhyggjulaus við að beygja í botn þegar ég með slöngunar upp á. Þess vegna gengur ekki að fara í stigbrettið að framan. Sjá hægri mynd. Að aftan er ekkert mál að fara bara beint í stigbrettið frá felgu. Það er mjög þægilegt og auðvelt að leggja slöngunni í það. Sjá vinstri mynd. Á myndinni má einnig sjá samtengi. Þá er rós ykkur megin sem að herðast saman með enda fyrir slöngu báðu megin. Hentar mjög vel í bæði brettakant og stigbretti. Ég er svo með sikkura slöngunar að framan og aftan því að það þurfti að vera aðeins lengri að framan til þess að hafa svigrúm til þess að geta byggt í botn. Lagnarleiðir undir bíl. Góður tími fór ég að leggja lagninar undir bílinn. Gerði það vel og snyrtilega. Þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur að því að draga slöngunar eftir mér þegar ég er í snjóakstri eða eitthvað álíka. Á sama tíma og ég gerði þetta tók ég á reiðvarði grindina og fleira. Ég tengdi á millið aftan og setti eitt térstykki til að tengja saman og fór svo fram eftir það að meðfram grindina hægra megin og fór svo í annað térstykki sem er á milli framhjólana. Rauði liturinn á myndinni eru loftlagnir, blái liturinn er grindin í bílnum og græni liturinn er rafmagn inn í bíl í rofa. Loftdæla. Ég ákvaða strax frá byrjun að nota AC-dæluna sem var fyrir í bílnum sem loftdælu, aðalega til þess að halda kostnaði sem lægstum. Það voru þó nokkuð margir sem mældu með því að nota AC-dæluna í staði þess að vera að eyða pening í rafmagnsdælu. Stærsti kosturinn finnst mér vera sá að missa ekkert pláss úr bílnum, alveg laus við að vera með rafmagnsdælu á flakki inn í bílnum. Aðri kostir eru að það kostar ekkert að nota hana, þar að segja hún er til staðar í bílnum. Og hún er ekki lengi að dæla lofti í dekkin. Hún er cirka 7 mínútur að dæla úr 4 pundum í 30 pund í öll 4 dekkin ef vélin gengur cirka 1500 snúninga á mínútu. Loftmagn á mínútu fer alveg eftir því hvað vélin snýst hratt, þar sem hún er reimdrifin og útbúin með segulkúplingu. Hjólið á dælunni snýst alltaf en hvort að dælan sjálf sé að snúast ræður segulkúplingin og henni er bara stjórnað með takka. Hvað þarf að gera til þess að nota AC-dælu sem loftdælu? Þú þarft að græja smurningu fyrir dæluna. Út af því að þegar þú skerð á slöngunar tæmist kerfið og þá gengur dælan þurr. Efni sem er á kerfinu fyrir
hefur smureiginleika fyrir dæluna. Einnig að græja einhverja síu á sogslönguna. Þú átt að skera á bæði sog- og þrýstislönguna. Þú skerð á sogslönguna til þess að geta dregið loft til þess að dæla í dekkin. Ég lenti í því að þegar ég skar á slöngunar að dælan vildi ekki fara í gang eftir það. Þá var öryggi sem að sló dælunni út af því að var ekki þrýstingur á kerfinu. Ég tengdi nýtt rafmagn í dæluna og setti nýjan rofa inn í bíl og þá virkaði hann aftur. Frágangur inn í bíl. Ég tengdi inn í bíl digital loftþrýstingsmælir. Þetta er ekki merkilegu mælir en hefur þó þann eiginleika að hann breytir lit á tölustöðunum þegar þrýstingur verður of lágur eða of hár. Neðri mörk hjá mér eru 3 pund, þá verða tölurnar rauðar og á milli 3 pundum og 40 eru þær grænar. Svo aftur þegar þrýstingur fer yfir 40 pund verða tölurnar aftur rauðar. Ég er bara með 2 loka inn í bíl, annar til þess að hleypa úr og hinn til þess að dæla í. Ég ákvað að slangan sem hleypir lofti af kerfinu nær bara rétt aðeins niður í innréttinguna á milli sætana. Ég ákvað að gera þetta svona því þá heyri ég alltaf greinilega þegar ég er að hleypa úr. Þá er minni líkur á því ég gleymi mér og tæmi dekkin alveg. Ég setti svo bara einfaldan on-off rofa vinstra megin við stýrið til þess að kveikja á dælunni á þægilegan og snyrtilegan stað. Lokaorð, hvað hefði mátt fara betur? Eins og kerfið er sett upp núna þá er jafn þrýstingur á öllum dekkjum alltaf. Í ákveðnum aðstæðum þar sem er mikill hliðarhalli fer loftið úr þeim dekkjum sem er meiri þyngd á og yfir í hinn. Annars heilt yfir mjög ánægð með kerfið og það sem þetta er ekki mikið breyttur bíl dugar þetta vel fyrir mig. Annað sem hefur verið gaman að breyta eftir á er að setja eitthvað sem slær dælunni út við of háan þrýsting. Eins og þetta er sett upp núna þá er ekkert sem slær henni út. Og ef ég gleyma að opna lokan inn í bíl er dælan cirka 5 sekúndur að sprengja einhverja slöngu eða samtengi. Ég á eftir að setja dropasmurtæki á sogslönguna. Ég sulla nokkrum dropum smurolíu reglulega í lögnina en það væri betra í framtíðinni að setja dropasmurtæki á lögnina svo það þurfi ekki að vera að spá í þessu þegar hún er mikilli notkun. Og nú þegar AC-dælan er farin blæs hún náttúrulega ekki engu lofti inn í bílinn og konan alveg brjáluð á sumrin yfir þessi engin AC-dæling í bílnum. Nú lifir það vonandi af. Kostnaður og tími. Kostnaður var 80.000 krónur. Þar má nefna slöngur, loftloka, hné, snitteina, rær, térstykki, samtengi, rafmagnstakki og margt fleira. En ég sparaði heilmikið með að nota AC-dæluna. Engir rafmagnskaplar og fleira sem ég laus við. Það fóru nokkrar helgar í þetta hjá mér, en ég var svo sem ekki að drífa mig og tók mér bara nægan tíma og gerði ýmislegt fleira í leiðinni. Heilt yfir er ég mjög ánægð með þetta verkefni. Kerfið virkar vel og hentar vel það sem ég nota það í. Á vinstra myndbandinu má sjá því ég er að dæla í dekkin. Vélin snýst cirka 1800 snúninga á mínútu og má sjá þrýsting fara úr 4,7 pundum í 12 pund á cirka 30 sekúndum í öll 4 dekk. Loftmagn á mínútu fer alfarið eftir snúning vélarinnar. Hérna má sjá að annar lokin er opinn og þarna kveiki ég á dælunni. Svo sjáu þið núna þegar ég slæ af þá dælir hún miklu minna lofti. Og núna slekki ég á rofanum og þrýstingur komin í 12 pund. Og hérna á hægra myndbandinu er ég að hleypa úr. Það fer úr 18,2 pundum í 15,5 á tæpum 30 sekúndum. Athuga að mælirinn sýnir ekki réttan þrýsting nema báðir lokarnir séu lokaðir. Þarna má heyra að það heyrist greinilega þegar verið að hleypa úr, þannig að það fer aldrei framhjá manni þegar maður er að hleypa úr.
Þannig má sjá þrýsting komin í 15,5 pund. Takk hérlega fyrir mig.